Komið sæl, kæru hlustendur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag föstudagurinn 8. maí 2026 og Bitcoin í 79.954 dollurum og hjá mér sestur Björn Haraldsson. Vertu blessaður, Björn. Já, blessaður sæl. Smá vonbrigði að fá ekki að segja að Bitcoin hafi verið í 80 og eitthvað, munaði 50 dollurum. Já. Við erum búin að vera yfir 80 í bara marga dagar röð núna. Mér finnst það nú reynda mjög sterkt, sko, því að ég held að það verið svolítið mikið svona sölu, hvað kallar maður það? Ég er alltaf að reyna að tala íslensku, sell orders, sölu pantanir í 80, sko. Já, einmitt. Fórum alveg 82,8. Já. Og heldur svona áfram þetta sama þema að maður áfram að sjá gögnum það að svona þessi áhugi meðal almennings takmarkaður en gríðalegur áhugi meðal stofnana fjárfesta. Já. Sko það yfirleitt eða langsamlega oftast þá sem ég titilinn að hverjum þætti eftir á. Þegar ég bara svona, tek úr mér svona, tek með mér bara svona hvað vorum að spjallum í hverjum þætti og það svona kemur til mín hvert ágætis eða viðeigandi heiti á þættinum Fyrir þennan þátt fór ég með titil Í huga. Langar að giska? Bitcoin yfir 80. Nei, koma, það svo en jú, það verið alveg dæmigari titill en það bara ég skal gefa vísbendingu. Það verður spurning. Búlmarkaðurinn aftur komin á stað? Michael Saylor að fara að selja Bitcoin? Já, mitt. Já, þú veist hvað ég að tala þegar ég segi þetta. Já. Þetta náttúrulega risavaxið moment í sögu, já, ég held að með segja bara í sögu Bitcoin. Ég meina, þetta aðal Bitcoin fjárfestir í heiminum. Já. Og aðal talsmaður í Bitcoin og hann hann fyrir ekki aðal talsmaður Bitcoin og hann hefur mátt eiga það þráttur að svona sumt í hans fari og aðtöfnum og málflutningi hafi stundum stuðamann að þá hefur hann mátt eiga. Hann hefur verið mjög samkvæmur sjálfur sér en stærsta atriði sem hann hefur talað alltaf þetta, aldrei selja Bitcoinið þitt. Já, og ég veit ekki hvað ofta, ég sá okkur klippur sem var tekið fullt af klippum með að selja Bitcoin, hann hefur sagt það 1000 sinnum. Mörg 1000 sinnum, hann hefur bara sagt ég mun aldrei selja, það hefur hann líka sagt endalaust. Og nú segir hann bara í einni svipan, já, við munum líklega selja Bitcoin til þess að geta greitt staði við þessar skuldbindingar gafar stretts, þessu vaxtafyrirkomulagi sem við vorum einmitt að tala bara býtu, hvernig bara reynda að fá mig til að skilja það bara í krafti heilbrigðar skynsemi og dómgreindar. Hvernig það að fara að láta eitthvað svona fyrirbæri gangu upp, að kaupa eitthvað eign sem veitir ekki tekjur og þú ætlar aldrei að selja hana en þú ætlar að vera fjármagna allt með lánum og þú ætlar að vera að greiða jafnvel upp í 11,5% vext eða hvað 11,5, já. Af og þá eru bara komin svarið, það augljóslega ekki hægt að þú verður að selja og hann núna þannig að þú veist og markaðin svolítið eitt stór spurningamerki bara hvað nákvæmlega þýðir þetta af því að fyrir þann sem vill eitthvað veginn ekki gera of mikið úr þessu, hann myndi segja það augljóst að hann bara að tala svona mjög óverulegan hluta og eingöngu að því marki sem nauðsynlegt til að standa við einhverjar ákveðnar skuldbindingar en fyrir mér þetta meira bara þú veist, þetta var einhvern heilagasta prinsipið hjá honum hann búin að falla frá því og bara þú veist, það var engin einhver svona ég veit það ekki, ég myndi bara halda ef ég væri búin að vera með eitthvað heilat prinsip sem ég væri búin að boða statt og stöðugt í 6 ár
og svo ætlaði ég að fara að hverfa frá því, þá fyndi ég mig að mista okkur knúin til að koma með eitthvað svona smá inngang sko, að því sem sagt, þú veist að herru, ég var aðeins svo fljótur á mér að nú er ég búin að hugsa skilur eitthvað svoleiðis. Hann afgreiði þetta bara mjög einfalt og núna náttúrulega spurningin sem situr eftir bara ok, ég meina ef þú getur selt þetta fyrir þessu hérna, þú veist hver þá trygging fyrir því að þú seljir ekki allt sko eða hérna seljir ekki meira en sko, þú veist, þessi setjum þetta smá í samhengi sko, meina, hann gat alveg held ég alveg staðið við þetta ætla aldrei að selja meðan á fjármagna þetta með því að auka hluta bara með já og náttúrulega þegar hann var líka bara að sko eins og þetta byrjaði alveg upp af við þá náttúrulega fjármagnaðan kaupin einfallega bara með rekstrartekju afgangi sko. Já, og svo með að gefa út hlutabréf og hann byrjaði á svona svipum tíma í hlutafjárreikningum og lánum en þú veist þetta var einhvern veginn óhjákvæmilegt þegar hann fyrir að gefa út skuldabréf á svona miklu vöxtum og þau ganga svona gríðarlega vel, hann selur svona mikið, þá er þetta í rauninni, þú veist, ég held að mörguleiti sko, ok, þú veist, ég sammála þessum að þú ert að segja, hann er búin að hafa þessi stóru orð mögulega, en að bara átt að halda sig þá eins og við umtalaðum að kaupa minna og svo, sko, ég meina, þú vorum átt okkur að þetta er maðurinn sem sagði, seldu frekar nýrun úr þér heldur en að selja Bitcoin. Þú veist, en sko, fyrst hann var svona, ég veit ekki hvort þú segja gráðugur að eignast meira, þá var þetta óhjákvæmilegt að hann kæmi með þessa niðurstöðu og kannski... En hann talaði alltaf hann eins og það væri sannarlega ekki óhjákvæmilegt. Nei, það eru vonbrigðin í þessu. En kannski er það þess sem markaðurinn bregst ekki rauninni illa við þessu, er að upp að einhverju marki þá getum við sagt að mögulega markaðurinn bara svolítið létt að þið vita þá allavega að þú veist að hann er þó allavega með eitthvað plana að geta selt til þess að borga stundum vextina sko. Það er nefnilega hitt sem ég vildi ræða sko, er að bursjur á því að mér finnst þetta svolítið í rauninni ekki aðstæðanlegt sem hann er að segja núna, mér finnst bara eða eina sem mér finnst aðstæðanlegt sko, mér finnst bara aðstæðanlegt þetta sem hann sagði áður sérstaklega þegar hann ákveður að halda áfram að segja þráttur að vera einmitt að stökkbreyta fjárfestingarstefnunum sinni svona með hérna lánsfjármögnun og mér finnst líka aðslega að þegar þú hverfur frá einhverju svona grundvallar prinsippi að mér finnst eitthvað veginn að það þurfa að koma aðeins meiri rökstuðningur, meiri skýringar það er bara það sem mér finnst Nú sagði hann sko þetta er bara mjög einfalt keiftu bara meira Bitcoin heldur þú selur Já ég geti gert það bara já, en sko en hann verður þá að fara að vera aðeins skynsamur í kaupum af því að hann hefur ekkert verið neitt sérstaklega skynsamur í hvaða tölu hann hefur keypt já, en það er einhver merki á loftum einhver tekna á loftum það að hérna, hann sé aðeins farin að pæla meira í þessum hlutum af því að hann var maður sem meira sko eða bara hann var náðast þess að væri honum bara kappsmála að kaupa á sem hæstu verði sko. Það var svona hans leið til að eitthvað veginn bera sér á brjóst sko. Og ef við ætlum að halda þessa sannfæringu á hann sko, þegar hann selur þú veist, þá lítur að vera upp á svona ímyndina betra hann sé að selja þá í hárið tölu og svo kaupir hann bara aftur þegar lækkar 10% eða eitthvað. Já, sko, því að þú veist, einmitt, það er þetta hittatrið, þú veist, er þetta bursjur öllu því sem ég er búin að nefna hérna, en er þetta endilega neikvætt í sjálfu sér markaðin? Mér finnst nefnilega ekki. Ég mitt er svolítið sammálættur svona ákveðin léttir að því að svona kvíðin sem var að magnast upp einhvern, hann var svo mikið hann var að talsveit miklu leyti mátti skýra hann sko út frá því að þarna var svona risavaxin hvalur sem segir ég ætla aldrei að selja og ég er að gíra mig með hérna, lánsfjármunni eins og ég get af því að þá er kvíðin sá sko ok, það þýðir bara að ef þú ætla að standa þetta að selja aldrei þá mútu aldrei selja nema úr springir og þá þarf þetta að selja allt raslið á okkur hræðilu verði og bara gjörsalega keyra markaði niður þannig að núna er maður bara ok þú veist, núna, þú veist, það er auðvitað allt önnur staða ef þú skulda fullt af pening en þú átt meiri pening í Bitcoin, miklu meiri pening heldur þú skuldar í Bitcoin og þú ert ekkert með eitthvað, þú veist, þú selur eða bara, hérna,
ef það er mjög málefnilegar ástæður fyrir því sko. Þá er þetta basically orðið bara svipað eins og ef við tökum kannski meiri hodler sko heldur en ef við segjum BlackRock ETF-in, en ég er að segja BlackRock ETF-in IBIT sem er komið eitthvað 800.000 bitcoin. Þú veist, hann er á þessu trendi að hann er að hann sá sjóður kaupir og selur bara til skiptir eftir eitthvað vístöður að gera, en trendið er mjög skýrt að það er alltaf verið að aukast magnið, þannig að það er meiri í kaupáttina og strategi er þá kannski að færast í svona nær þeirri mynd, en þó meira vantilega miklu sem sagt hærra hlutvall af kaupum heldur en sölu heldur en nokkuð tíman hjá IBIT sko, en fattur hvað er að fara? Já. Bara komið annar mjög stór aðili þá á markaðinn sem er mjög bullish á Bitcoin og er klárlega með stefnin að vera að kaupa þetta lengri tíma en einmitt, það er ekkert mér allavega finnst þetta heilt yfir bara vera ákveðin léttir. Já, svo svolítið aðteglisvert í þessu sko, ég hlustaði á viðtal fyrir ári síðan við nýja framkvæmdastjórann í strategi, þú veist að þegar Michael Saylor steig frá, þar sem hann rauninni segir þetta samt. Já, við ræddum það á sínum tíma. En þú veist, það er ekkit endilega margir að hlusta á hann, fólk er að býða til hvað maðurinn með nýrun segir sko. En ég man vel við ræddum þennan mann og þessi ummæli sko. Annað sem ég held að við bara verðum að halda áfram að tala í þessum þætti, að það er Clarity Act. Nú sé ég á Polymarket að það er að mælast á bilinu 66-70% líkur að Clarity Act verði samþykkt á þessu ári. Ég man ekki hvað var komið langt niður, en það var komið í sko... komið 40 held ég. Já, ég ætlaði að segja að það hefði komið svolítið neðar sko, en ég þótt ekki að fara með það. En það var alltaf orðið, líkunar er búin að aukast mjög mikið. Já, það sem þetta gerist núna er að það virðist vera komið, það er bara komið samkomulag rauninni orðalagi varðandi þess sem við höfum verið að tala hérna stöðugt sko, það er vextina. Og samt svo merkilegt sko að þú veist þetta er svo flóki orðalag allt saman að það er svona túlkunatriður en svona grunnatriðum er þetta þannig að bankarnir, sumir segja bankarnir hafa unnið sko að því að bankarnir halda þessu möguleika að gefa vexti en þú veist kryptófyrirtækin mega að gefa umbun fyrir eitthvað aksjón sem að getur verið staking, getur verið að nota kreditkort. Það getur verið ýmislegt sko. En þú veist, menn telja þetta mikið að þessu túlkunatri, þannig við kannski eftir að sjá eitthvað dómsmál í kringum þetta sko. Af því þú veist maður getur ímyndið sér þessi einfalt að þú veist einhvern veginn tvíka þetta eitthvað til sem voru svo sem að gera eftir hinalöggjöfuna sko, það sem að gera það verkum þegar voru ósáttir sko. Svo hefur maður heyrt aðeins að bankarnir eru eitthvað aðeins orðið, það er svona hagsmunasamtök í kringu það og svona aðeins orðið hræddir við þetta samt, sko. En maður sér það svolítið sem að nú er konsensus, ráðstefnan á vegum Coindesk búin að vera í gangi. Einhvern veginn miklu svona fjörugri heldur en Bitcoin Conference var. Hvað er hún haldin? Miami. Ok. Og og ég var svona að reyna svona aðeins að sjá hvað verið að ræða. Það verið rosalega mikið verið að ræða svona tokenization, alls konar samt lausnir í stöðuleika myndum. En svo sá ég eitthvað svona áhugaverð umræða að það sem að virðist vera að gerast hjá þessum kryptófyrirtækjum sem mér langar að spyrja þig svolítið hvernig þú sér það. Þú veist að það er þetta að fleiri og fleiri kryptófyrirtæki er að sækja bankaleyfi. Og það sem ég átta mig ekki og ef ég ekki heyrt neitt tala ef að kryptófyrirtæki sækir bankaleyfi eins og Kraken hefur gert og Crypto.com mega er þá veita vextina. Ég átta mig ekki á því sko. Ég er ekki með svarið við því sko en ef ég ætti að giska sem er náttúrulega svo sem engin ástæða til að maður ætti að endilega gera en bara svona að gera það samt að þá myndi ég halda nei sko, ég myndi halda að væri áfram samt sko sýndaregna þjónustaveitenda armurinn sko
og svo bankaarmunum Já, hins vegar já, sko, já, já. myndi ég Já, halda, já. það þarf alls ekkert að vera það má, ég hef ekki í raun og veru sannleikur bara sá, ég hef ekki hugmynd um það sko. Nei, ég var bara að hugsa þetta eitthvað svona áðan sko, Já. þannig að þú veist þetta er allan í gegn og það skipta skoðunir hvort þessi jákvært hvort að kryptofyrirtækjana hafi unnið auðvitað Brian Armstrong eðlilegt að hann kom í gegn að hann, þú veist hvað hann segir hann fagnar þessu rauninni bara sko. Ég er frekar jákvæður með þetta sko að, ég er frekar jákvæður gafart þessu, ég verð að segja það þú veist, sérstaklega ef staking er sem sagt réttlætt eða sem sagt fullnægjandi aðgerð sko hjá viðstæðinni til að vera að fá ég með eins og þú kallar ekki vexti en staking reward sko staking Já, þetta er allt með einhverja aðgerðir sem þú ert að gera ég held þeir eru þá endur bara að taka það út sem hefur verið mjög algengt að sem sagt þegar þú ert að bara geyma krypto bara eins og geymir sko fjármuni á bankabók og þá er náttúrulega færðu vexti af því sko hjá bönkunum þeir eru að taka það út Já. Það sem náttúrulega bara kryptotokens hafa umfram peninga eins og við þekkjum á gjaldmiðla er að með þessa proof of stake keðjur eins og Solana, eins og Ethereum og fleiri Cardano, Avalanche að Polkadot bara you name it, rosa mikið af þessum myndum er að þar getur þú tekið þátt í því að styrkja öryggi og innviði keðjunar með því að binda þær við keðjuna, steika þær sem sagt og fara umbun fyrir það sko. Já og rauninni svo þegar maður reyna að setja sér í spór hvernig maður er sem notandi einhvern veginn mætir þessu, þú veist, ég hef skoðað vexti á einhverjum svona myndum og ég skoða vextina hvort það heitir staking eða interest það breytir, ég horfi ekki á orðalagið, ég horfi á hvað er lengi lokað og hver vextinir er mikli sko, en þetta breytir alveg samt alveg svolítið máli sko, af því að munurinn er þessi að þegar þú ert á plattformi sem er allt gott og blessað en þá ertu bara að treysta plattforminu sem þú ert svo sem auðvitað alltaf að gera í ákveðnu skilningi en ég er bara að segja sko að þegar það segir, tekur bara sem dæmi myndir svo XRP sem er ekki proof of stake, þú getur ekkert verið að steika XRP neitt eða eitthvað svoleiðis og eða Bitcoin líka og plattformi segir sko þú getur bundið þetta hjá okkur í einhvern tíma og við bjóðum vext á það sem þú ert að gera með þessu er að þú ert að treysta þessu plattformi til að runni fara með þessa fjármuni eins og bara bankar gera með gjaldmiðla sko, skilur að bara þú veist, þeir bara lána þetta og er að lána öðrum kaupullum þetta og er að nota þetta til að bjóða seljanleika fyrir alls konar framverka samninga og svo framvegis og sem ég segi er í sjálfu sér ekkert endilega neikvætt, það bara veltur á þú ert á að treysta þessu fyrirtæki og vonar að allt eitthvað veginn gangi halda árum að ganga vel sem hefur nú blessunlega gert svona hjá þessum allavega sem eru núna uppistandandi og er að bjóða þessa þjónustu þegar þú hins vegar ert að bjóða þegar þú ert að steika myndir á okkur plattformum að þá er það sem þú ert að gera er í grundvallaratriðum ólíkt þá er fyrirtækið að segja bara það sem við erum að gera við ætlum bara að veita þér þá þjónustu að gera eitthvað sem þú gætir alveg gert sjálfur þú getur gert það bara sjálfur með Solana í gegnum Solflare skiluru, það er frekar lítill vandi en þú veist þá átt að hætta að týna líklónum með eitthvað svo leiðis og lendi einhverjum leiðindum þannig og tapa peningunum þannig að eitthvað fyrirtæki segir við gerum þetta fyrir þig og við tökum bara smá þóknun af staking takeunum sem þú ert að fara að fá tökum 20% af því eða eitthvað svo leiðis fattar þú hvað er að fara? Já, þannig að munurinn er sá að nú þú ert ekki með sama hætti að treysta fyrirtækinu það er ekki að braska eitthvað í bakendanum með sóliðið sko en nú er ég bara svona að hugsa bara með að tala sko að þessar deilur hafa aðalega verið í kringum held ég stöðuleikamyndir já, einmitt og rauninni sko er kannski erfitt fyrir það að setja staking inn sem einhver svona lausn í
að veita fólki vexti í stöðuleika myndi. Já, því að það er miklu minna úrval. Það er að vísu, þú getur sett þessar stöðuleika myndir í þessi svokullu liquidity pools. Já, og þá ertu mögulega með einhverja aðgerð. Já. Og ég velti líka fyrir mér, við vorum það var langt síðan, við gerðum þáttum Ondo, Einmitt. sem var stöðuleika myndir með innbyggðum vöxtum. Já, einmitt. Og svona, ég skil það mögulega að það myndi falla undir þetta. Þannig að þetta gæti rauninni að því þeir eru að gera eitthvað við það og það er þá eitthvað aðgerð í gangi. Þó við höfum eftir að sjá það, en þá svona, þá gæti ég með að við eitthvað svoleiðis verkefnum virtust hækka við þessar fréttir, að þá gruna mig það sé eitthvað svona... Í hverju er Ondo núna? Ég hef ekkert fylgst með því svolítið tíma. Í hvað tölu? Já. Ég bara manna það ekki, sko. Nei, ég var alveg svolítið spennt fyrir Ég hættur að fylgjast með verði. Já, einmitt, það er ágætis taktík, sko. Nei, þú ert venjulega betri í verðum en ég, sko. En sko, já, taldu það samt, þú veist, nú er áfram þetta sama munstur að Bitcoin er búið að svona standa sig þokkalega. Já. Þú veist, fór hann eins og tölum á hann í 82,8 og er núna eitthvað basically í 80.000. Og þá einhvern hefði maður haldið, sko, það væri forlegt, ég veit ekki, ég er ekki með á hreinu. Sko, Ondo er í 0,4, bara svo ég skjótið inni og það er rauninni, sko 52% upp á 7 dögum, þá sérðu hvað það var hækkað við þetta, sko. Og ákvað hefur þá lækkað mikið, sko. Já. Því að þegar ég var að tjekka á þessu þá langum með að segja að það hefði verið í nálægt dollar eða eitthvað. En það kann að vera í mismunað, sko. Já, það getur vel verið að sé rétt hjá það, sko. En það sé til að segja, sko, að þú veist, Bitcoin hefur verið að standa sig svona bærilega undanfarna dag og vikur. Og það var að rafmyndir svona gert líka en þegar maður dregur myndina dálítið út, þá óneitanlega er vonbrigði að þú ert þá með samt Solana sem nær ekki einu svona vera 90, skilurðu. Þegar Bitcoin fyrir 80.000. Veist, það er óneitanlega mikil vonbrigði, sko. Mér finnst það svolítið áhugavert, sko, því að þú veist, það er eiginlega bara svona, bara miklu meira bara Bitcoin-markaður, en þú veist, má ekki gleyma því, alltaf þegar, ég er ekki að segja að þessi byrjaði búlmarkaður, en þegar það byrjaði búlmarkaður, þá venjulega, sko, verður hlutfall Bitcoins á heildar kryptomarkaðurinn stækkar, því það byrjar alltaf að þar, svo fer það einhvern veginn niður. Nema síðasta svona svokallaði segja alltaf búlrunni, þá var til dæmis Solana rosalega mikið að elta Bitcoin bara alveg leið, sem hefur ekki verið að gera núna. Eins mikið. Einmitt. En Ondo fór upp í 2 í desember 24. Já, einmitt. En já, það sem ég ætlaði að segja, það er samt áhugavert þegar ég var að fylgjast aðeins með þessu konsensus, sko, að maður tók meira eftir því heldur en Bitcoin Conference, að svona umræðu efni, það var svona, þú veist, það var mikið svona spenna og í ákveðinu, mikið verið að þróa og framleiða og búa til og gera. Ég hugsaði meitt, sko, það er erfitt að halda þessi Bitcoin Conference, hvað lengi getur verið bara með heila ráðstöfnu sem segir keypti Bitcoin. Þú veist, á svona sem er allan kryptomarkaðin, þá erum við að tala þú veist, stöðuleikamyntir og þetta real world asset og við erum að tala þú veist, allar þessar bálkakeðjur og bara hvað sem er. Allar þessar lausnir, en bara í kringum Bitcoin er það bara þetta mun hækka, þetta er sound money og þú veist, og lögin verða betri. Ok, búið, við höfum ekki meira að tala. En var eitthvað sem þið fannst standa upp úr konsensus? Það bara, mér fannst það reyni bara þessar áherslur. Það er áherslun að virðast vera á lausnum á stöðuleikamyntum og áherslun að vera á þessu svona tokenæsa allt einhvern veginn, sko. Táknvæða. Mér það fallið þá. Já, táknvæða. Ég skal reyna að segja það hérna. Táknvæðing raunheima eigna. Táknvæðing raunheima. En, já, flott orð og flott, já, erfitt að segja það samt. Já. Já. En hvað finnst þér svona, sko, eru annarindar sem náttúrulega við komumst ekki hjá því að nefna? S&P 500 heldur áfram að keyra. Já.
ég veit ekki hvort hún sé farin yfir 7400 en hún var allavega komin í 7300 og eitthvað hátt þannig að hlutabréf eru bara eitthvað í botnlausri veislu virðast vera sem aftur svona finnst mér og ég held að sé líka hluti af því að þú veist það að Bitcoin sé svona eitthvað að ná að sleikja sárin þokkalega og svona koma sér aðeins aftur inn í leikinn sko fær ekki eins mikla athygli af því að þú veist það hefði verið miklu eðlilegra ef skiluru hlutabréf hefur hrunið eins og leit út tíma því að tollan og allt það var í gangi en hérna ef S&P núna væri í 6.000 eða eitthvað svoleiðis Bitcoin í 80.000 þá væri allt annað landslag S&P 500 og aðra hlutabréfistölur það halda áfram bara að hérna, ná methæðum ítrekað og sko Nasdaq hlutabréfistulan og Bitcoin í sögulegu sterku miklu fylgni það hefur aldrei verið eins mikið fylgni eins og hefur búið að vera á þessu ári já áhugavert og þú veist, ég ekkert viss að þetta sé eitthvað endilega eitthvað svona jú, ég meina, ég held að þessi 15. maðurinn í röð sem að Berkshire Hathaway að selja hlutabréf og að selja svona mikið eins og þau gerðu bara hérna í COVID og fyrir COVID og svo fyrir fjármálakreppuna þannig að þú veist fyrir ekki, svo ég skildi ekki alveg 15. maðurinn 15. mánuðurinn í röð já, einmitt þannig að þú veist þannig að Berkshire Hathaway eru ekki bjartsýnir en þú veist það kom það verið þetta bara svo rosalega lengi já það er svolítið skrítið sko og ég svona maður fylgist alltaf með þessum fréttum svona sem berast til þess að hluta að fundum við að Berkshire Hathaway að þá eru alltaf fjárfestar verið að sko gagnrýna Buffett fyrir að vera svona gríðarlega cash heavy sko það er bara, þannig bara mest cash heavy aðilinn á hérna markaðnum og hann hefur sagt eitthvað á þá leið sko að til dæmis eina ástæðan fyrir þessu fyrir utan svona kannski bara skort á almennri bjartsýni að það er hérna rökk onni með maður ég get sagt bara skotið inn í mér ég ætla bara að klára að hérna það er að hann segir alltaf ég vil alltaf kaupa fyrirtæki bara í heilu lagi það hefur verið það sem hann hefur en þú veist auðvitað gera það alls ekkert bara en það var rosa lengi vel það sem hann vildi gera sko hann vil helst gera það en svo hann er náttúrulega verið að kaupa í Apple og alls konar fyrir Coca-Cola og svo framvegis En það er alveg þetta rökstið, þú veist allar þessar tekjutölur á þessu stæðstu tæknifyrirtækjum fóru fram með væntingar, sko, ég held að Google hafi verið 94% yfir væntingum. Já. Þannig að þú veist, það eru tekjur á þessari gervigreindarbyltingu, þó að við tölum kannski meira hvað er eyða miklu, sko. Sko, ég nefnilega, þú veist, þú hefur minnst alveg ofta á sko möguleikan á að það sé mögulega að myndast einhvers konar hæp á markanum og það er bara sannleikur sá að hvorur okkar getur vitað en mín tilfinning er bara svo að mér finnst líklega að sé akkurat öfugt sko. Það er, þú veist, ég held að eitthvað þegar markaðin fyllilega mun skilja hvað það eru sko hvað áhrifin geta orðið algjörlega bíluð af þessari gervigreind að þá finnst mér miklu líklega að við sjáum bara einhvern bólamarkað í hlutabrifum sem við höfum bara einhvern aldrei mögulega séð áður sko. Og ég trúi þetta, við erum náttúrulega bara okkar tribe kryptó skiluru og maður er náttúrulega með fullt af vinklum hvernig sem við höfum rakið hér oftar en 100 sinnum hvernig okkur finnst þetta kombo geta að passa við gervigreind en ég skil vel alveg fjárfesta sem að þú ert langur í Google og þú ert langur í Nvidia og þú ert langur í, þú veist, nú náttúrulega Tesla líka skilur inn í þessu, þú veist, það eru allir í einhvern öll þessi fyrirtæki eru meinum öðrum hætti að fást við gervigreind þá skil ég bara mjög vel að þú ert bara góður, þú veist, þú finnur ekki fyrir eitthvað
mikilli þörf á að ég þarf að fara að eiga meira Bitcoin eða ég þarf að fara að eiga meira Solana sko. Þráttur hvað þið finna að þú getur verið jákvæðar á það allt saman sko, skilurðu, en þú ert bara, ég trúi því raunverulega að þessi fyrirtæki, þú veist, einhvern tímann voru það náttúrulega gríðarlega tíðindi að fyrsta fyrirtæki fór yfir $1 trilljón og þú veist, nú örugglega bara ekkert svo rosalega langt í það að eitthvað að þessum fyrirtækjum fari yfir $10 trilljón og þú veist, það er eitthvað að hugsa bara, hvert verður fyrsta fyrirtæki vill vera $50 trilljón fyrirtæki eða $100 trilljón fyrirtæki og sjá það mögulega gerast fyrr en Bitcoin verður $1 milljón og hafa bara ágætis líkur á því að þeir hafa bara rétt fyrir sér sko. Þannig að þú veist, fattur hvað að fara? Já, þú meina það hitt væntanlega miklu meira en svona spurningum, þó að þú veist að eins og þú nefndir Solana sé svona flesti samningar sem ég hef séð verið í gangi samvændi við þetta, meira segja Coinbase sem með Base bálkakeðuna, þeir ætla líka að nota Solana og Base fyrir það agent economy, að þú veist að nota agent að nota það, þó að Solana sé svona, virðist vera svolítið keðjan sem er svolítið mikið fyrir valinu, þá held ég að þú veist, það miklu auðvildar að veðja á að það sé verið að fara að framleiða einhverja flögur í einhverju orkuver og... Einmitt. Mjög góð punktur, eins og ég sé þetta fyrir mér maður finnur bara hvað Bitcoin og verða lengi en bara sérstaklega núna Bitcoin er bara orðið svona algjörlega rock solid og eitthvað veginn, þú veist, það er ekkert fött Bitcoin, það er ekkert skiluru, það er raunverulegar áhyggjur og ég alveg hef áhyggjur líka af öðrum tókunum og öðrum bálkakeðum en þú veist það sem ég held að gæti sko þess, veist, og þess vegna finnst mér viðurkenni ég áhættu sækna hliðin í mér og kannski sú hlið að mér sem til í að setja peningin á okkar sem ég sætti mig við aðeins meira áhættu en til í að fá meira umbunni eða vel gengur svona rosalega spennt fyrir sérstaklega Solana er að ég veit hvað hluti geta breyst hratt í þessu og ef það sko fyrir að gerast eitthvað annað en að vera bara umræða heldur ef við raunverulega eins og bara núna, maður finnur til sko bara hvernig veski eins og Solflare hefur þróast bara, þú veist, frá því maður byrja að nota fyrir 2-3 árum bara mjög hrátt en samt alveg flott en nú þau eru alltaf að verða eitthvað meira og meira smooth, meira og meira easy to use þessu ef það væri bara segjum bara næsti Samsung eða næsti iPhone kemur eftir 1-2 ára eða eitthvað og bara svipaði eins og Samsung gerir núna með hann Galaxy Ultra að þeir voru svolítið mikið að markasetja sko AI, innbyggðu AI lausnina ef það kæmi núna sími sem væri bara, við erum með bara bílaðslega öflugan AI agent í símanum OpenAI að þróa síma Já, þú veist, þetta 100% að sé að fara að gerast og og ef þetta verður eitthvað massíft smash hit og ef eitthvað veginn Solana eða eitthvað af þessum keðjum sem ég veist eitthvað líklegast að verði Solana en geti átt rámt fyrir mér nær að grípa þetta aksjón þannig allt í einu bara eitthvað gaur út í heimi sem hefur engan áhuga haft á kryptó þannig lagað hann bara ótrúlega ánægður með nýja síma sinn og eitthvað bilaðslega flottan AI agent og hann bara panta ferð skiluru til Bali og hann hefur ekki hugmynd á neinu stigi að hann sé að nota Solana bakendan til að gera þetta því að hann bara að tala um eitthvað AI agent í símanu sínum sem var að bóka ferðina allt í gegnum Solana keðjuna skilur hvað að fara og það verður þessari byltingu þú veist, þá gæti maður séð bara svona algjörlega klikkaða hluti gerast með Solana Já, og ég vil hvað nálgast þetta aðeins öðru sig en ég sammála þú veist, ég held að mörguleiti ef við skoðum allar þessar bálkakeður sem að keppast sömu notendunar einhvern veginn þá eru komið svolítið svona mikið proof að þeir verða á markanum
næstu árin allana held ég Ethereum og Solana. Það erfiðar með allar hinu, sást bara hvernig Cardano hefur hrunið einhvern veginn, sko. Ég held að sé svona, en ef að einhver önnur sem að reyna að berjast við að fá að vera með þarna, ég vil svona horfa kannski líka á það, að þarna kæmi með einhverja svona betri lausn til að leysa einhvað, þá ætlum við tiltölulega auðvilt í dag að hoppa á milli bálkakeðja og þá myndi það ná árangri. Svipað og ég myndi segja að því að þú veist, það er alltaf þetta privacy er alltaf verða einhvern veginn svona öflugur, til þessum Seekers hækkaði gríðarlega núna í vikunni. Já, einmitt, ég sá það. Og ef að kæmi einhver bálkakeðja, ég veit að Cardano hefur komið með einhvern svona sidechain með einhver svona, en ef að kæmi einhver bálkakeðja sem að myndi leysa þann vanda mjög vel, að því þú veist, það er fullt af hlutum sem við viljum ekki endilega sé. Við viljum til þess að við förum að borga launin einhvern veginn allt í henni á bálkakeðinu. Viljum ekki endilega sko að Yngvi sé bara hérna að fletta upp launónu þínu hverju mánaðamót. Fyrir ekki Yngvi minn. En þarna, og eða bara þú veist fyrirtæki sem er þú veist sem er að koma meira og meira í þetta. Það bara þarf ekki að rökstiða. Það bara líkur hlutar í sæli að bara fjármál eru hluta friðhelgi einkalífs og við sættum okkur við ákveðnar takmarkanir og undan þá því í þá almannaöryggis þú veist, hérna sé ekki síkirnar skatti eða fjármagna eitthvað ólöglegt og svo framvegis en grundvallarreglan á auðvitað að vera svo að fjármál hvers og eins eru njótaði hérna friðhelgi einkalífs. Og ég held að það byggist á því að bálkakeðin komi með eitthvað svoleiðis tækni á bálkakeðinu, því að þú veist, í dag er það bara þannig að ég og þú stofnum fyrirtæki og við ætlum að fara að koma með eitthvað laust, við veljum síðan bálkakeðina og við erum miklu líklegri ákveðið í dag að velja Solana frekar en AVAX og við erum mjög hrifnir að AVAX á einhverju tímapunkti, að því við viljum vera það sem fólki kann að nota veskin og kann að nota allt sko. Þú bara eldir netáhrifin sko og þar sem hérna flottustu og frambarlegustu lausnar eru og þar sem mesta þróunin er í gangi. En sko, einmitt, þannig er maður að sjá fyrir sér tilvík sem augljóslega gæti alveg sprengt Solana upp á við. Á móti kemur, ef maður vil hugsa sko, og að því þetta hljómar svo vel, hver er þá eiginlega áhættan? Og áhættan er, augljóslega svo ef það verður önnur bálkakeðja fyrir valinu eða, og ég veit ekki mér persónulega finnst það ólíklegra en við höfum rætt þetta áður að það verði einfallega bara það verði ekki bálkakeðja sem verði notu eða það verði einhverjar innri bálkakeðjur til dæmis sem bara AI-in myndi, þú veist, þeir myndu sjálfur búa til eða eitthvað skilur, en ég hef rætt þetta talsvert þennan möguleika og mér fannst þann ólíklegur fyrirfram með að þann enn ólíklegri þegar ég rætti við mann sem hefur svona frekar góða skilninga á þessum hlutum og hann mitt bent á sko málið með þetta AI-anir, sko agentanir þeir geta ekki treyst hver öðrum í blinni skilurðu? Nei, einmitt. Þú veist, alls ekki sko og þeir vita það, þeir geta ekki treyst hver öðrum í blinni því að þeir geta alveg reynt að svíkja og pretta og svo framvegis og til þess væri bálkakeðjan algjörlega fullkomin af því að það ertu með sko dreifstýrt kerfi þar sem traust skiptir ekki máli. Já, en þeir geta ekki valið sér bálkakeðju. Já, þeir geta gert það en þú veist, þeir lenda alltaf bara nákvæmlega sama bara, við erum ekki að fara að vera okkur bálkakeðju sem enginn er á, sko, skilur það, þú veist. En myndið eru velja einhverja svona, þú veist, einhverja sorgul bálkakeðju þar sem er bara nánast 0%? Já, það verður bara komið ljós, skiluru, en hérna, þú veist, svona sé ég þetta allavega, því að mér finnst alveg ágætlega sennilegt, svipa bara eins og við tölum einhvern tíðan hérna þegar framan að var það sko gagnrýni á Solana-keðjuna, hvaða var mikið hátt hlutfall af notkun og færslum sem voru hérna indar af hendi af bottum, þangar til umræðan breytist og narratív breytist og það fer að vera atrið sem tali keðjunni til tekna. Manstu, þegar hún tala skilur það 70% sem eru bara bottar og það var áður gagnrýni og svo núna er það einmitt jákvæð, skilur við. Og hérna, ég einmitt svona á þeim nótum yrði ekkert svo hissa að innan jafnvel ekki svo margra ára þá verði bara orðið frekar sjaldgæft að við
persónur sko, skilur við hérna manneskjur séum að aðdamna okkur á bálkakeðinni með beinum hætti. Já, það er þetta strax byrjað að gerast á þessum fyrirtæki. Ég sé fyrir mér alveg sko, ég miklu frekar vera búin að þróa eitthvað svona agent fyrir mig sem að sér að kaupa og selja við eitthvað RSI hátt og RSI niður og eitthvað svoleiðis. Og hér er þetta bara að hugsa með þessi bara eitthvað, þú veist, trading element sem er bara svo þú veist, já, ég er ekki að tala að kaupa hluta, ég kaupa hérna ferð erlendis. Einmitt. En það minna við hvað, við hefðum ekki sagt fyrir nokkru síðan að þegar við ætlum að hvað við segja bara, undirbúa þátt og aðeins að skoða hvernig strategi virkar hérna fyrirtækið, að við myndum bara spurja bara með skrifuðum texta eitthvað. Er ekki alla líkur að það verði agent á tölvunni eins og hún skrifa bara, mér langar að fara eitthvað til útlanda, það verður að sól og til til ódýrt hótel og hérna getur fara að fundi þetta, ég hérna þarf eiginlega að vera búin að vita þetta fyrir kl. 6 þegar konan kemur heim. Já, einmitt, ekki spurning sko. Já. Þannig að, já, þú veist, ég held að þetta sé allavega bara þannig að sko, einhvern tíma spurði ég mann sko, hvað þarf að gerast til að Bandaríkin haldi velli sko, næstu, bara í hérna náinni framtíð sem leiðandi stórveldi í heiminum sko, hann sagði bara svaraði bara mjög einfalt að bara vinna gervigrindakapphlaupið, og ég held að mig bara heimfæra þetta svar yfir á, ef maður spyr sko, hvað þarf að gerast til að hérna, þessar bálkakeður Solana og nefnda Ethereum og allt þetta haldi velli sem einhverja leiðandi keðjur og að skipti máli í framtíðinni. Verða að vinna gervigrindakapphlaupið. Já. Þannig sé ég þetta sko. Og svo eru þetta hinröddir sem segir bara gervigrind allt bara eitthvað hæp, þú veist, þú er heilt gagnrýnina hérna hún kann ekki að stafa strawberry, veit ekki hvað er mörg R í hérna strawberry, þetta var dæmi sem var notað mjög lengi og þetta er sko löngu og úrelt þetta dæmi og hérna ég get alltaf sagt fyrir mitt leiti hafandi fylgst með sem leikmaður svona frekar náið kannski síðasta árið sérstaklega að ég var alveg opinn fyrir því fyrir 2 árum síðan að þetta væri verið að hæpa þetta svolítið mikið upp. Ég var alveg opið fyrir því. Ég var ekki þannig í dag. Þetta er bara, þú veist, hlutin sem voru að gerast bara síðustu 6 mánuði eru bara algjörlega klikkaðir og nú er GPT 5.5 komið út og það er bara frábært, algjört skrýmsli sko. Já, og þú veist, hvað er auðvelt? Ég prófaði eitthvað sem ég svo sem ekki prófaði í morgun. Ég er með eitthvað svona texta sem ég beðum að fara yfir þessar hluti yfir vikuna. Bara svona hvað er að gerast í kryptoheiminum til að svona sjá hvort ég hafi eitthvað yfirsést eitthvað og á 2 mínúndum ég þurfti að leita textunum á 2 mínúndum þá baði ég hana bara að senda mér þetta alltaf á hverju meinasta föstudag til 6 morgunin. Já, einmitt. Þannig að þú veist bara þessi svona ég man einmitt eftir, ég var einhvern tímann, þú veist, fyrir kannski 1,5 ára síðan alltaf ég að nota, hérna, var ég eitthvað alltaf að undirbúa mig með GPT fyrir þáttinn og ruslið sem ég fekk frá henni var bara, þú veist, þannig ég notaði þetta bara ekkert eftir það, sko. Þetta er bara mjög gott núna, þetta er bara á engan hátt sambærilegt og þú veist, hvernig hlutinir er að taka stakkaskiptum með svo stuttu millibili er að, þú veist, þegar þú ert að tala við þessar gauðra sem voru hvað mest í þessu heimi. Þú veist, þegar þú spjallaði við það fyrir 2 mánuðum þá var bara GPT bara úrelt bara algjört rusl, skiluru. Svo núna er þeir bara, þú veist, GPT langbesta lausnin, skiluru, þú veist, og hérna Claude sem var bara langbesta, þú veist, það er núna bara eitthvað drasl og þetta á eftir að fara þetta er bara að fara að vera svona bara, þú veist, næstu mánuða, sko, þú veist, eftir 2 mánuði þá eru aftur GPT bara orðið eitthvað rusl og engin, skiluru, að þetta er hérna sko þróunin er svo klikkuð í þessu og þannig ég skil alveg vel að þú veist bara ok, þetta er að gerast og hérna, ég veit ekki hvort þú þekkir hérna Key and Peele grínsketsana sko. Þeir eru ótrúlega hérna finnir sko og eflust einhverjir hlustendur sem þekkja á en einn svo fyndin skets sko var að hérna þá er hann svona ungur þeir eru í hérna hverfinu sko og hérna og hann er hjá gömlum frænda sínum og hann er með svona þvottahúsa hérna stöð, svona laundromat sko
og það engin stemningana og svo það barbershop hinum megin hérna á hérna götunni sko og þar alveg svona svaka stemning og celebrities og allt þetta og hérna og hann alltaf að segja sko við gamla frænda sem rekur Londromati sko bara herru það svolítið mikið gaman hér sko hann bara nei ekki vera að pæla í þessu við erum hérna sko það valla hérna hræða á svæðinu sko nema eitthvað fólk að hérna þvo föti sín sko og hann svo alveg með stjörnur í augunum að horfa á hérna barbershopi enda svo hann fer í barbershopið og þar bara komin eitthvað í hérna himnaríki að honum finn sko og ég bara að segja ákkurat núna Já, ég verður bara líka úr að fara með þetta Já, þá þú veist við hérna skiluru í Bitcoin og Solana skiluru og við erum bara hér, þetta þú veist, þetta the place to be, skilur þetta gated hérna og svo gaurinn að horfa bara á hérna byrju hinum megin bara allir að keppast hérna Claude og GPT og Gemini og það bara einhver klikkaði hlutir að gerast með nokkur að vikna millibili. Munurinn af þessu dæmi að við erum að fara aftur á toppinn sko. Það líka annar munur á þessu, ef þú ert mikið í þessu bæði og áhugasamur bæði eins og bara ég bara yfir skinninu að búa til agent sem getur notað verski sem ég kann á að nota. Já. Það verið að skrifa fyrir þann sem hefur ekkert pælt í kryptó kannski. Nei, 100%. Ekki rosa erfið skrifa, en samt svona þess vegna gerir þetta mig mun spenntari. Mér finnst einhvern veginn hlutinni, mér finnst svo þó að gervigreindir sé að taka yfir áhorfið, þá finnst mér bara á sama tíma gervigreindin vera mögulega að vera nær og nær því að vera bjargvættur kryptómarkaðarins. Ég nefnilega tek alveg undir þetta. Ég tek undir þetta. Og þú veist, með þessa keðinu Solana þetta, þá augljóslega bara vegna notagildisins. Ég trúi því að, þá tala það, árið 2026 verður ár AI agentsins. Það ekki enn búið að raungerast. Kannski verður að... Já, en mér það næsta svona, svona hvað heitir þetta, hérna, superapp. Já. Ég trúi því. Ég held að líka, sko, mögulega verður á næsta ári, við vitum ekki. En og svo var þetta Bitcoin þá bara sé eins og ég sagt hérna áður sko, bara að Bitcoin gegni þessu hlutverki að vera eitthvað sem dreifstýrt stafrænt og algjörlega sjaldgæft í heimi þar sem ekkert verður sjaldgæft lengur sko. Og sko sérstaklega ekkert stafrænt verður sjaldgæft sko. Og örugglega reynda líka það sem ekki stafrænt sko. Má ég koma með bara svona nokkra punkta bara svona til skemmtunar svona. Já. Eða viltu... Nei, ég bara held að það sé fullkomin tímasending. Já, mér langar að koma með nokkra punkta. Þetta ekki, ég veit ekki hvort kannski fréttir, eitthvað svona pælinga, kannski framhald eins og ég verið að gera svolítið af ykkur sko. Við höfum rætt svona aðeins svona þetta, þú veist, spurningamerki þessa umhugsun stöðuleika myndir og möguleikana á að stjórna þeim, þetta er svona eins og bara CBDC að þeir geta stýrt hvað frist og svo framvegis sko. Tether var að frista 344 miljón dollara í USDT frá Írans stjórninni. Jaha. Þannig að það er búið að sýna það að þeir geta nýtt þetta, þeir gætu örugglega ekki frist þetta væri dollaraseðlar sko. Þannig að ég veist það svona áhugavert sko. Og svo vorum að tala með þessu högg af þessum Norður Kóreu. Þú veist, ég svona fór aðeins að kíkta aðeins betur á þetta. Það voru þessu 2 í apríl sem við töluðum það voru svona 26 í apríl, það voru bara ekki einn stór. Í alvörinni. Og allt Norður Kórea. Já, og ég sá tölur bara, þú veist, þetta svona eina af þessum tölur sem þú segir, nei, getur það verið. Þetta svona að 40% af fjármögnun kjarnorku áætlunar Norður Kóreu talin vera fjármögnara kryptóhökkum. Ói barasta. Já, ræðileg. Mér líkti bara illa að hafa sagt þetta upp á. Þú veist, það þarf að stoppa þetta, ég veit ekki hvernig sko. Já, ég tek bara Trump það bara setja orderið, bara taka hann út úr leik bara eins og Maduro. Senda bara... Gallin bara held ég sko með að því að hann tekur Maduro úr umferð og allt fólki í Venezuela fagnar, skiluru, og tilbúið að, þú veist, taka völdin úr það bara allir sem þú veist, allavega narratífið þannig og ég þekki svolítið af fólki frá Venezuela
allir bara mega ánæðir með þetta. Norður Kórea veit ekki betur. Ég ekki viss nefnilega að það myndi hafa þau áhrif sko. En þeir fá enga fréttir, eða svona stór hluta fólki. Það svolítið gallinn sko. Tvennt annað, eitt svona, það oft hægt að, þetta svona eitt af þessu sem svolítið mikið í við erum alltaf með eitthvað svona bottom signal og top signal og eitthvað svona. Top signal manstu tengdist Coinbase að þeirra var orðið mest downloadaða appið, þá vorum við að ná topnum. Það cirka bottom signal frá 2022 var þeirra Coinbase fór að segja upp starfsfólki. Já. Nú eru þeirra að segja upp 700 manns, þannig að spurning hvort að það sé botnin á markaðinum. Og væntalega samt líka stór hluti út af gervigreindar hagræðingu sem að segja upp þessu fólki. Já, en það getur alveg að botnin sé náð þó þetta sé ekki örugglega að mér að lækka. Við hefum aldrei í þessum búlmörkum fengið svona langt svona búlist trend í kryptómarkaðinum. Ég var að lesa það sko, það hefur aldrei að gera sko. Þannig að maður óndalega já, maður finnur það bara, það svona, og núna, maður farin að finna, það svolítið af fólki sem svona nægast í handabækið, í öðlinn. Ég held ég að mista á hana, skilur að koma inn á besta verðinu, 60 okkar, sko. Já. Og ég meina, aftur, við vitum ekki auðvitað geta að fara aftur niður og fara niður, en ég við ekki, að manni alltaf finnst, eftir því sem þetta lengur í svona verðum, þá manni farið að finnast það sennilegt að það verðst að segja bæki. Ég get allan orðað þannig að við vorum svolítið sannfærðum að botnir var ekki náð. Ég get alveg trúið því að færi nálægt botninum aftur, en ég langt í frá því sannfærðum að við fyrir neðar en botnin nú þegar, sko. Já. En ég hef ekki hugmynd það. Eitt það bara til gamans. Svo ég breytir sér smá trúabræða þátt. Trúabræði þá trúum við alltaf á því að Messias komið aftur til jarðar. Ef að Satoshi dáinn, gæti hann samt komið tilbaka? Haltu bara áfram með, ég ætla ekki að svara þessu. Ef að Hal Finney ef hann Satoshi, þá lét hann frista sig. Í alvörinni? Lét Hal Finney frista sig? Já. En hann dó úr slys eða var hann veikur eða hvað var það? Ég veit bara að hann lét frista sig. Það var í þessari nýjastu mynd sem vorum að tala um daginn. Sko. Það var reyndar þessi sami hópur sem var í kringum þetta svona kryptó, var svolítið svona það var alls konar, þeir voru þetta móti stjórnvöldum og það var líka svona svolítið framtíðarpælingar, sko. Þannig að það var svolítið, ég man ekki hvað þetta eru margir í heiminum sem eru búin að láta frista sig. Walt Disney held ég, sko, þetta eitthvað svona 400 manns eða eitthvað svoleið, sko. En þar á meðal hugsaði bara, það Hal Finney lét frista sig. Hann ætlar að koma tilbaka á. Heyrðu, ég mættur aftur. Ég skildi eftir smá pening svo ég geti alltaf áfram að lifa. Það er svo erfitt að láta frista sig að því, hvað verður megnin það hennar? Hann bara með private key einhvers þar. En gallin að kvantutölun verða búin að pikka það upp, sko. Já, ég hugsaði það mitt að því nú þessi hugmynd að við ætlum að eyða. Mögulega var það klára, hann veit bara þetta verður svona 2029, þá var ég að vera komin aftur. En hugsaði svekkja, þegar hann kemur tilbaka, allt í nú bara Bitcoin bara einhver 17 milljónir Bitcoin til í heiminum og þeir eru bara búin að eyða hans Bitcoini, sko. Já, nei, maður þessi minning Hal Finney við Þú vissir ekki hvert ég var að fara með það. Nei, ég ekki frekar að þú vissir hvert ég var að fara með landrúmatið og barbershoppið. Já, veit. En já, þetta var alltaf sannarlega ekki frétt Hal Finney, þetta var meira svona hugleiðing. Já, þetta var hugleiðing. Hitt var eins og mjög áhugaverð frétt, sko, eða þú veist, þetta sem þú sagði Norður Kóreu, það náttúrulega sláandi, sko. Já. Ertu með fleira? Nei, mér langar einhvern tímann að ég fóri aðeins, mér langar einhvern tímann að fara aðeins í svona whole ownership, það er það sem ekki svona draumur eiga eitt Bitcoin. Mér langar ekki að gera það núna, því það er svona smjá undirbúningur sem ég gerði í kringum það. En mér langar bara að benda, því við vorum að tala um Clarity Act, svo við gleymum því ekki.
það ennþá auðvitað ákveðna líkur á því að ef þú stóð þessi aukna líkur, þá þetta siðferði sjónarmið og Trump hans fólk heldur ennþá áfram að þetta World Liberty Fund, það var eitthvað svona kostning hjá þeim, kostning, þeir eiga 90% örugglega af öllu, sko, sem gekk út á það að framlengi 2 ár hvað tókunholdar fengju að leysa út, og það var samþykkt. Þetta auðvitað alveg. Þetta náttúrulega ekki í boði, sko. Þú veist, ertu ekki að grínast? Hvað, þú veist? Wow. Og það, ég hef ekki heyrt þetta. Já, það fjall 18% verði á því við þess að frétt, sko. Já, ég tók því. Ég bara vissi ekki hvað var í gangi. En þú veist, þú setur á laggirnar, stofnar til myntar. Já. Þú ert með útboð í allavega tvennulagi, það er ekki 3 umferðir. Þá lág fyrir, ok, það er eitthvað plan. Læsir það í 2 ár eða eitthvað. Það var eitthvað svoleiðis, ég held að það var ár, 2, eitthvað svona. Svo það svona, þú veist, 10%, 20% eitthvað. Einmitt, það var allt fyrir hann ákveðið. Og svo bara, og hvað ef til hann hefði verið bara, við skulum ekki hafa 2 ár, höfum bara 100 ár. Já, eða fattar þú, skilur við. Og þetta er 2 ár í viðbót og svo 4 ár að opnast allt, þannig að við erum að tala samtal 6 ár og líftími verkefna á bálkakeðinu og hvernig tækniþróunin þetta þetta bara þetta þú veist, ég bara ég veit ekki, ég fyrir svo rosalum vonbrigðum, þú veist, þetta bara þú veist, ég bara skildi ekki, hvað og líka eitt finnst mér magna með mídíuna að það er alltaf verið að tala illa Trump á þessum mainstream fjölmiðlum og það er svo oft og ég stend alveg það, bara mjög oft ómaklega á honum vegið í þessum fjölmiðlum og rangfærslur og annað svo ertu þarna með alveg bara þetta er raunverulega svo gróft sem þú ert að lýsa og það er svo margt af svo grófum tilvikum í hans bara viðskiptum á rafmyndamarkanum og það er rosalega lítið fjallað um þetta hjá þessum meginstri filminu, ég skil ekki af hverju því að það Já, fattaði bara allt í einu eitt í viðbót fyrst að við tala um Trump, sem að ég nefndi að síðast að það hafi verið sagt á Bitcoin Conference að það ætti að koma í þessari viku eitthvað frétt Crypto Reserve. Það kom ekki, en það kom, alveg rétt, kom tilkynning frá Hvítahúsinu að á næstu vikum myndi koma eitthvað tilkynning og ég fór að hugsa þetta svolítið mikið því að þú veist, bjartsýnustu menn að segja að þeir ætla að tilkynna þetta 1 milljón. Ég er með kenningu. Það er náttúrulega ekki gert með einni tilkynningu, það þarf að samþykkja. Ég er með kenningu. Kenningi mín þessi, þú veist, þú manst hann skrifa undir þetta plagg Executive Summary þetta Reserve og það er alls konar hlutir í því að það sé búið til eitthvað svona einhver hvelfing, það sem öllu krypto og allra sem stjórnvöld á hér og þar verið safnað saman, geymt á einu stað og eitthvað svoleiðis. Það er ekki búið að framkvæma neitt af þessu. Er hann ekki bara að fæ tilkynna það? Við erum búin að opna ég ætla að hætta að hafa þetta í baðskápnum mínum í Mar-a-Lago og þetta verður fært í svona eins og gullforðinni geymdur og allt verður geymt þar eitthvað svoleiðis. Ég held þetta sé ekki ykkur risafrétt, Nei. En ég er tilbúin að hafa rangt fyrir mér. Já. Og ég er tilbúin að minna þig á að þú varst tilbúin að rangt fyrir mér. Já, ég skal gleðjast yfir því ef þeir segja við réðist henni Norður Kóru og við náðum okkur í 1 milljón bitcoin sem þetta ekki til í Norður Kóru. Ekki miljóni, þeir eiga eitthvað slata. Já, svo selja þetta allt. Já, einmitt. Þetta var held ég bara ágæti spjall hjá okkur og ef þú ert ekki með eitthvað fleira. Nei, ekki í dag. Þá þakka ég þér bara kærlega fyrir spjallið, Björn. Já, sömuleiðis.
Og ég þakka ykkur, kæru hlustendur, fyrir hlustununa og fyrir áhorfið og við heyrumst og sjáumst aftur af vikuliðinni. Þangað til næst, verið sæl.